ætlum að byrja að kynna dómara leiksins. Aðdómari Erlendur Eiríksson og honum til aðstoðar eru þeir Helgi Hrannar Bríem og Guðni Freyr Ingvarsson. Og það var komið liðið Aftureldingu, númer 1 í markinu Jevgen Kaltjuk, númer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, númer 6 fyrirliði liðsins Aron Elí Sævarsson, númer 7 Ásgeir Martinsson, númer 11 Arnór Gauti Ragnarsson, númer 13 Rasmus Stenberg Kristjansen, númer 16 Ingvarsson, Edi Horvat, Guðjón Pétur Lýðsson, Marko Vardic, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, Marino Axel Helgason, Óskar Örn Hauksson fyrirliði og Sigurjón Rúnarsson. Tvær breytingar á liði Grindavíkur frá síðasta leik, förum yfir það nánar hér á eftir. Byrjunarlið Aftureldingar, þar Úkraínumaðurinn Jevgen Kaltjuk í markinu, síðan komaði Gunnar Bergmann Sigmarsson, Aron Elí Sævarsson fyrirliði, Ásgeir Martinsson, Arnór Gauti Ragnarsson, Rasmus Kristjansen, Bjartur Bjarmi Barkarsson, Ásgeir Frank Ásgeirsson, Elmar Kári Benvinsson Kokic, Oliver Berrum Jensendaninn og Georg Bjarnason. Þjálfari Grindvíkinga vinstriboltinn Helgi Sigurðsson og þjálfari Aftureldingar Magnús Már Einarsson. Engin breyting á liði Aftureldingar frá því í síðasta leik. Dómarinn engin annar en Erlendur Eiríksson. Hér öllu tjaldað til. Aðstoðardómari Helgi Hrannar Brím og Guðni Freyr Ingvarsson. Eftirlitsmaður KSÍ Eyjólfur Ólafsson. Þá var allt í reiðu á Grindavíkurvelli fyrir þennan stórslag í Lengjudeildinni og það eru heimamenn gulklæddir sem byrja með boltann. Guðjón Pétur Lýðsson byrja hérna því að lúra hérna einum fram. Við erum búin á hörkuleik, það er svona spurning hversu mikil gæði völlurinn býður upp og þegar kemur að spila mennsku. Aftureldingar sjálfsögðu verið að spila mjög skemmtilegan fótbolta eins og þeir hafa gert undanfarin ár undir stjórn þjálfarans Magnúsar Más Einarssonar og Grindvíkingar hafa sömuleiðis verið að spila fína fótbolta, svona meiri innaðanbolti eins og Helga sig von að vísa. En þetta verður ánefa hörkurima. Hér reynslubolti Rasmus sem var mikill happafengur fyrir Aftureldingu að fá hann í sínar raðir. Hér Grindavík sem sækir Grindavík að spila hefðbundið 4-3-3 og sýnist nú Afturelding vera það svona að gera það líka. Eru Afturelding með Arnór Gauta Ragnarsson í fremstu víglínum og hér það Ásgeir Frank sem þrumar boltanum hérna fram og Afturelding stýrir hérna vörnir sókn, eru mjög hraðir fram á við. Þá var það Óskar Örn sem búinn að fara á kostum í Grindavíkurliðinu. Það ætlar að vera nálægt fertugu, síður eins og dör öllum æðum og hér ágæti sending inn á vítateiginn en Dagur Ingi Hammer náði ekki þessum bolta. Fín sending hér inn fyrir hjá Kristoffer Konrádsinni sem í láni hjá Grindavík, búinn að koma sterkur í sem vinstri bakvörður, ungur strákur. Þá var Jevgen Kaltjuk markvörðurinn frá Úkraínu sem í rammanum og hefur staðið sig með prýði eftir hann kom til Aftureldingar. Komið fyrir mót, hér Rasmus og þá það Arnór og nú koma þeir rauðklæddu hérna upp völlinn, Elmar Kári, lípur og skemmtilegu leikmaður, örfættur og þetta var vel gert hjá Marko Vardic. Hann hefur komið eins og stormsveipur inn í þetta Grindavíkurlið, spilað djúpar á miðjunni og verið alveg frábær. Og hér langur bolti fram, Rasmus kemur honum alveg örugglega aftur á Jevgen Kaltjuk en hann lúðrar honum bara beint út af. Pínu óöryggi þarna í gangi. En þá var það Marino sem tekur innkastið fyrir Grindavík. Kemur inn í liði núna vegna meiðsla í liði Grindvíkinga. Svona ég var nú stílningskaldi stuðningsmannasveit Grindavíkur sem hefur vakið mikla athygli og eru hér fyrir leiki að þá eru þeir fáir Helga Sig þjálfara til að fara yfir byrjunarlið og aðeins að fara yfir leikinn og á eins og ljóströfn einu sem að framkoma þeim fundi að þá eru svona, kom fram allavega í Helga, það eru svona pínu meiðsli hér og þar en hópurinn breiður. Hér Sigurður Rúnarsson
Hér liggur Elmar Kári í valnum. Hann eitthvað meiddur, þeir fikk hérna högg eitthvað á höfuðið eða hnakkan og þetta verðst nú ekki áralegt og hann stendur upp og hristi þetta af sér að sjálfsögðu. Grindavík ekki enn fengið á sig mark í deildinni eftir 4 leiki. Þessi leikur sérst í 5. umferð og Mosfellingar hafa verið að spila virkilega vel. Léttir og skemmtilegir sem þeir eru að vona að vísa. Byrjuðu á því að vinna Selfoss útivelli 3-1. Það var svona verið að skora talsvert af mörkum, síðan lögður Þórsara heima 1-0. Rasmus í baráttinu og hér kemur sendingi fyrir Robbiðinu. Hér dauðafæri og Dagur í færi en frábær vörn, geggjuð vörn hjá Aroni Elí Sævarsinni fyrirliða og hér koma Grindvíkingar aftur á sendingi fyrir markið og Óskar utan fjárstönginni en það Georg Bjarnason sem skallar þetta út af og það hornspyrna. Grindvíkingar hafa verið drjúgir í föstum leikatriðum eins og við sáum til að mynda í bikarleiknum á móti Val sem að Grindavík vann mjög eftirminnilega með marki ársins frá Óskari Erni. Hann skoraði frá miðju en það komu mörk frá Grindavík, önnur mörk þar á meðal eftir hornspyrnu einmitt sem að Dagur Ingi tók og nú sjáum við til það Bjarki Aðarsteinsson sem skokkar þetta fram. Hann skoraði með skalla móti Val. Hér kemur hornspyrnan og hún léleg og Einar Karl og Einar með skot en bolti fyrir Ásgeir Marteinsson og það var að Marino Axel sem hér aftastur og hann lyfti boltanum hérna fram völlin og það Sigurður miðvörður og það Dagur en Jeltsin Galjuk kemur út úr markinu og grípur hérna vel inn í. Fín spyrna fram völlin hjá honum. Marino Axel gerir þetta vel og Grindvíkingar reyna að byggja upp sókn. Einar Karl gríðarlega reynsla inn á miðstæðinni hjá Grindavík. Þetta eiginlega bara hálfgalið hvernig þetta Guðjón Pétur og Einar Karl og Óskar Hörner út á kantinum. Hér kemur sendingin í böllin á Eddi Horvats en hann dæmdur rangstæður. Þetta hefði verið hárrétt. Það var það Mosfellingar en Erlendur Eiríksson vill þeir endurtaki spyrnuna og verða aðeins aftar. Það var Rasmus Daninn Knái sem kom fyrst og spilaði með IBVF á sínu tíma. Virkilega öflugur og var mikill happafengur fyrir IBVF á sínu tíma. Spilaði þar í nokkur ár og ennú tengdasonur Vestmannaeyja. Algjörn akkeri þarna í vörninni hjá þeim. Það var það afturræting. Það bakvörður Georg Bjarnason. Georg aftur. Hætti við og smýtt tilbaka og reyna svona að byggja sókn. Sjáum þetta hérna eru vel spilandi en aðstæða kannski leyfi ekki alveg það. Þessi Grindavíkurvöllur bara eins og aðri grassvellir ekki í toppstandi þessa dagana en það afturhalding sem fær engastið. Þessi leikur svona uppbytun fyrir Sjóara Síkáta í Grindavík helgina, svona upptaktur, náttúrulega langstærsta helgi ársins stjómanandishelgina, bara á landinu öllu hér í Grindavík. Mikið að vera frábær dagskrá og hér streyma fólk og taka þátt í fjöruna. Hér kemur langt innkast, Arnór Gauti og þetta ekkert smá innkast. En Dagur Birnusson gerir þetta virkilega vel í markinu. Ekki að það búinn að fá sér mark en hann reyndar var fjarri góðu gamni í síðasta leik á móti Vestra sem að ég fylgdist einmitt með á leikjudeildarásinni og það var ungur markur Ingólfur Hávarðarson sem 18 ára þessu ári, 9 ára 18 held ég. Hann kom inn í lið því að Aron Dagur var veikur
og stóð sig algjörlega frábærlega. Þetta er gríðarlegt efni, Ingólfur Hávarðarson, og ég hvet nú þjálfara U19 landsliðs Íslands til þess að fylgjast með kappanum, eitthvað mesta markmannsefni sem við eigum í dag. En hornspyrna sem að Grindavík fær, það er Einar Karl. Það þarf að skrúa hann hérna inn. Safnast saman á vítapunkti í Grindvíkingarnir og hér koma hlaupin í allar áttir og Rasmus skallar þetta frá. Þetta sé ekki hæsti maðurinn á vellinum, þá er hann mikið stökkkraft og öflugur í loftinu. Marino með sendinguna á Óskar og hvað gerir Óskar? Brotið á honum, nei, ekkert segir Erlendur og þá komið afturhendingu að sækja hratt og fara upp hérna Haramegin og nei, hann er Bjarmi óheppinn og Marino losa bara pressuna og kemur boltanum út af og svo sem skynsamlega gert hjá honum. Grindvíkingar byrjuðu Lengjudeildina miklum krafti eins og náttúrulega Afturelding og Fjölnir og hér er búið að dæma aukaspyrnu. Grindvíkingar lögðu Skagamenn að velli 2-0. Pétur Lýðsson fór hamförum og er á skotskónum fyrir Grindavík og síðan gerði markalaust jafntefli við Gróttu í svona mjög lokuðum leik en síðan þá hafa þeir bara verið á sigurbraut og komið Njarðvík 1-0 og síðan Vestra nokkuð samfærandi verð ég að segja. Ég sá hann leikinn leik 2-0 en verður eiga þennan bolta hafa væntanlega aðstoðardómarinn og Erlendur voru nú ekki alveg sama málið en það er aðaldómarinn sem ræður ríkjum. Það var Afturelding, það er Oliver Berrum Jensen, þetta er danskur leikmaður, 20 sem fengu að láni frá Rannes í Danmörku. Mjög lipur strákur sem hefur komið hérna sterkur inn. Mikill fengur fyrir Aftureldingu, býðinu við, hér er færi og hér er hörkuskot. En það er rétt fram hjá markinu. Já, fyrsta kannski alvöru skotfæri leiksins. Og það er Afturelding sem að færa það, Ásgeir Marteinsson. Mikill fengur fyrir Aftureldingu að fá Ásgeir Marteinsson í sína röðar frá HK fyrir þetta tímabil. Ásgeir 29 ára gamall og er sem ég nefndi uppalinn í HK, fór síðan í Fram en aftur í HK og hefur spilað alls 279 KSÍ leiki, þá til einu allt með lengjuna og svo framvegis. Það skora 70 mörk, þannig að það eru mörk í hennum og mikil gæði og frábær liðstyrkur fyrir Aftureldingu að fá Ásgeir Marteinsson í sína raðir. Spilar þarna úti í vinstra megin og hefur mikið markanef, klókur leikmaður. En þá er það Afturelding, það er Georg, kemur boltanum aftur á Galčuk markmann og hann á Gunnar Bergmann. Gunnar kemur boltanum hérna fram völlinn en sendingin ekki góð. Og þá koma Grindvíkingar og þarna vantar hann ekki mikið upp á að Eddi Horvat gæti stungi boltanum hann inn fyrir. Kom til Grindavíkur bara rétt fyrir mót Eddi Horvat, hann er Króati, center og kom frá NK Riga í Króatíu og hefur líka spilað í Bandaríkjunum, Legion FC í bandarísku liðstildina í hóp. En þá er stór og sterkur, býðinu við, hér kemur Afturelding, en þetta er fín tækling hjá Kristoffer Konradsinni og hér kemur umræddur Eddi Horvat, einn á móti Rasmus, en Rasmus ótrúlega segur og gerir þetta vel. Hér er þeir Ásgeir í tæklingu og ekkert ólöglegt við hana. Við sjáum að Grindvíkingar bakka aðeins, leyfa Aftureldingu þá aðeins að senda boltan sín á milli. Það er
Grindavíkurliðið er mjög þétt, það er ekki langt á milli línana á því manni virðist. Kannski núna aðeins, en engin tilviljun að liðið hefur ekki fengið á sig mark í deildinni. Þeir spila mjög þéttan og agaðan varnarleik. Leikirnir í Aftureldingu kannski verið aðeins opnari í deildinni. Hafa verið að skora mörk en sömuleiðis að fá mörk á sig. Gróttu mitt í síðustu umferð. 3-2 útivelli í mörgum leik. Afturredding sem kemur, það er Georg og þetta gerir hann vel. Þeir fram í Óskari. Hvað ætlar Georg að gera? Já, kemur boltanum á Elmar. Elmar með sendinguna hér inn á vítateiginn og þetta er vítaspyrna. Þetta er ákaflega klaufalegt. Þetta er vítaspyrna. Erlendur hika aðeins en greinilega var í samráði við aðstoðardómarinn og það er Bjartur Bjarmi Barkarsson sem fellur í vítategnum eftir viðskipti sín að mér sýndist til Bjarka Aðsteinsson og þetta er vítaspyrna og það er Aron Elí Sævarsson fyrirliði Aftureldingar sem fer á vítapunktinn. Til varnar er Aron Dagur Birnusson markvörður sem ætlar að fresta þess að verja þetta. Nú er spurning, er þetta fyrsta marki sem Grindavík fær á sig á tímabilinu? Þetta er hérna á 15. mínútu. Vítaspyrna. Aron Elí. Og hann skorar að miklu öryggi og kemur Aftureldingu yfir. Grindavík 0, Afturelding 1 og það er Aron Elí Sævarsson sem skorar þetta mark á 15. mínútu og ég held að þessi dómur hjá Erlendi Eiríksinni sé algjörlega óumdeildur. Þetta var klárlega vítaspyrna. Já, staðan 1-0 gestunum í vel. Fyrsta marki sem Grindavík fær á sig og það er, eins og ég segi, Aron Elí Sævarsson sem skorar þetta mark, þessi strákur. Þetta er annað mark hans á leiktímabilinu, fyrir Aftureldingu. Bæði mörkin komu úr vítaspyrnu. Aron Elí Sævarsson fæddur 97, strákur sem er uppalinn í Val og hefur spilað með meðal Þór Akureyri og Haukum og verið í Aftureldingu síðan 2020 og er sem sagt orðinn fyrirliði liðsins og lykilmaður. Já, þetta var svo sem ekki í spilánum eins og leikurinn hafði byrjað því að Grindvíkingar virtust nú svona álitlegri en þarna sjáum við kannski dæmi svona skemmtilega samleik sem einkennir Aftureldingarliðið. Tóku þarna nettan þríhyrning í gegnum varnarlínu hjá Grindavík og kræktu í vítaspyrnu. Við vonum nú að taktin er nú eitthvað að stríða okkur og þannig að þið eru bara að hlusta á mig. Ég er bara að lýsa svo meira að þetta sé bara í útvarpi fyrir því að myndavélin er á einhverju flökti og högti. Ég veit ekki hvort að vítaspyrnan skilaði sér. En þá er það Afturelding sem er með boltan. Þeir eru inni í varnarlínunni og rúluna þarna á milli sín. Og boltinn út á Elmar Kára. Elmar Kári. Það láta bolta rúla vel sín á milli. Kannski framkvæmur með sendingun út í vinstri en Marino bakvörður sem kemur boltanum á Sigurjón. Já. Þetta mark Aftureldingar svona sem svolítið kjafsögn fyrir Grindavík. Sigurjón, hann aftur á Aron og hann þrjumar þessu bara fram. Það er nú eftir aðeins við leik, en menn þurfu ekki að vera að vænta. Og svona frekar mikið hálóftarspyrnur sem að kemur svona aðeins óvart. Það er Guðjón Pétur Lýðsson, hann ætlar boltanum aftur á Bjarka. Guðjón Pétur sem að spila mjög vel með Grindavík upphafi móts. Nýtir sér vel þarna sem djúpar í miðjunni, það er að fara svona löngu frábæra sendingar frá völlinn og
Hvernig enda þetta nú? Jú, vel gert hjá Etienne Galchuk. Ukrainskan markur Afturlendingar. Hann hefur svona verið nokkuð öruggur í sínum aðgerðum. Fæddur 92, þannig að hann ætti að vera með talsvert mikla reynslu. Sem sagt að láni frá Mariupol. Það er borg sem hefur farið vest út í þessu ömurlega stríð eftir innrás Rússa í Úkraínu. Og hér dæmd aukaspyrna. Erlendur með þetta allt á hreinu. Það eru geta þess að þessi lið áttust við í bikarnum svona í annar umferð og það sem að Grindavík hafði betur. Óskar Örn Hauksson var þá á skotskónum og síðan hefur Grindavík verið á góðri siglingu, unnið síðan Val örugglega í síðustu umferð, mjög óvænt 3-0 á útivelli og síðan eiga þær leik við KA fyrir norðan í áttalega úrslitum á þriðjudaginn. Fróðlegt að fylgjast með þeirri rimmu. Þannig Elmar. Já, sem að Mosfellingar eru svona svolítið á vopnum sínum í spilamennskunni. Þetta er svona gott dæmi um þetta. Elmar með hafspyrnu og svo Daninn Oliver Björn Jensen, mjög léttleikandi og skemmtilegu leikmaður. Þarna var nú Guðjón Pétur eitthvað að stugga og ýta við honum og dómararnir sáu það ekki. Eitthvað svona pirringur. Það hefur gullflættu eftir að hafa lent undir. Það þýðir ekkert að pirra sig á því. Aron hérna með langa sendingu frá völlinn og Rasmus sem fyrr öryggi uppmálað og Galchuk markvörður kemur þessu þarna út. Saman Afturlending er svona að spila kerfi eins og þeir setja meira til rúms í boltanum. Svona Arsenal-stæl svolítið á þeim því að fyrirliðinn Aron Eli Sævarsson sem er þarna vinstri bakvörður fer mikið inn á miðjuna. Þeir eru þá með yfirtölu Afturlending og saman tíma á Grindavík bara í svona klassískum 4-3-3. Guðjón Pétur og Marko Vardic er þetta djúpur í miðjunni. Byrjur mistök og Guðjón Pétur og hér kemur skotið og þetta er vel varið hjá Galchuk í markinu. Þetta var fín trunni hjá Eddi Horvath en þarna voru nú Afturlendingamenn en Mosfellingar sjálfum sér vestir gáfu bara boltan nánast og silfurfatið til Guðjóns Péturs og hann lagði boltan út á Horvath sem átti þetta skot sem var virkilega vel varið. Það er hornspyrnan sem að heimamenn eiga og það er Dagur Ingi Hammer sem ætlar að taka þessi hornspyrnu. Tækifæri fyrir heimamenn til að jafna metin. Þannig að Magnús Már undirbúið sitt lið vel fyrir þetta. Hér kemur góð hornspyrna og það er Rasmus sem að skallar þetta aftur fyrir og það er þá hornspyrna hinum megin frá. Það er þá Einar Karl sem að skokkar út þeim megin og fresta þess að skrúa hann aftur inn. Öflugir skallamenn í Grindavíkurliðinu og allir turnandi mættir inn á með vítategin. Einar Karl með hornspyrnuna og Sigurjón og boltinn áfram og hér kemur bakvarspyrna og þetta var ágætis tilraun. Og Guðjón Pétur þarna, já þeir eru alveg búin að vera í svona einhverju nutti alla fyrir alveg. Magnús Már þjálfari Afturlendingar er brjálaður
Og ég verð nú bara að segja það að Guðjón Pétur, þetta svona appelsínu gult spjald. Það bara spurning hvort það verður gult eða rautt. Það fyrir bara eftir svona hvernig Erlendur metur þetta. Ég myndi nú trúa því að hann ráðfæra sig við aðstoðardómarann í kerfinu. Og þegar hann hafi séð þetta jafnvel betur og þeir ætla nú að ræða saman. Þetta svolítið stórt augnablik í leiknum. Hvort verður spjaldið gult eða rautt? Og nú eru þeir að ræða málin. Nú spurning í hvorn vasan sér Erlendur Eiríksson. Þetta stórt augnablik í leiknum. Hann fer í rassvasann og það rautt spjald á Guðjón Pétur Lýðsson. Hversu glórulaust var þetta hjá Guðjón Pétri Lýðssyni. Þeir eru búin að vera að nuddast í hvor öðrum hér og þessi ungi Dani, tvítugi Dani, hann náði bara einhvern veginn inn í hausinn á Guðjóni Pétri sem að misti sig og hér nú að ræða við Magnús Má, þjálfara Aftureldingar og þetta ákaflega dapurlegt og Helgi Sigurðsson að kalla á sinn mann og Guðjón Pétur bara búinn að vera pirraður allan fyrir hálfleikinn og má bara skamma sig fyrir það hvers konar framkoma þetta eiginlega því það var ekkert í gangi. Það var að reyna að stíga Oliver Bjerrum Jensen út og þessi litli og smái knái leikmaður náði að koma sér framfyrir og þá urðu eftirmálarnir þessi að Guðjón Pétur fekk rautt spjald og það bara fyllilega verðskuldað. Þannig að hafi heimamenn verið í brekku þá lentir einhver undir og þá þetta orðið ansi þungt undir fæti og nú hafa þeir gert svona breytingu og þeir spila þetta þá bara 4-4-1 og Óskar Örn þá bara frammi. Þannig að þetta er þungt högg fyrir Grindavík og þannig að nú fær Aftureldingarliðið miklu meira pláss með boltann og þeir geta rúlla honum hægri vinstri og þá eru þeir náttúrulega í gírnum. Sigurjón í baráttunni við Ásgeir og brotið á Ásgeiri, það Eddi Horvath sem að gera það. Hann fær sig út hægra megin eftir að verið upp á topp og Óskar Örn komir þarna fram og Afturelding fær aukaspyrnu. Búinn að vera mikill meðbyr með Grindavíkurliðinu í upphafi þessa móts. Mikil stemning í kringum liðið og stinningskaldi stuðningsmannasveitir hefur vakið miklu athygli. Það gera ferskir strákar. Þá það Elmar. Fyrir þetta vel. Hann kemur sendingin hérna út í teginn og hvað endar þetta? Móttakarinn Elmar ekki alveg nóg góð og heimamenn fá útspark. Já, þetta áhugavert hvernig þetta hefur þróast. Afturelding, þetta 5. ári í röð sem að þeir spila í lengjudeild karla. Þegar þeir voru nýlega 2019 urður í 8. sæti og þeir hafa lent í 8. sæti í 3 árum af þessum 4 sem þeir eru búin að vera lengi í deildinni til þessa. Þeir eru 8. sæti fyrra með 29 stig og voru í 10. sæti 2021 með 23 stig, 8. sæti 2020 sem var fyrsta ári sem að Magnús Má stýrði þeim, voru það með 25 stig og fyrsta ári sitt í lengi í deildinni eftir að komast upp. Þeir eru 8. sæti með 23 stig, þannig að Magnús Már stýraði núna eftir 4. tímabilið hans og einn af okkar allra efnilegustu þjálfurum. Gríðarlega gaman að fylgjast svona með einhvern veginn uppganginum og bara hvers konar fótbolti að spila. Þetta bara nútíma fótbolti eins og hann gerist bestur. Bara unnuna að fylgjast með Aftureldingarliðinu. Það mikið hrós skilið. Og þá koma gestirnir. Oliver. Sending fyrir marki frá
Gestur Bjarmi sem átti þetta, en boltinn af Kristófer sýndist mér og aftur fyrir þar hornspyrna sem að gestirnir eiga. Þetta er á 29. mínútu. Það er Ásgeir Martinsson sem að tekur þessa hornspyrnu. Það er hendur á loft en þeir taka þetta stutt. Og þá kemur sending hérna inn á teginn, Grindvíkingar koma aðeins í burtu eða hvað, já, gera það. Aftur er það Ásgeir sem að fær boltan, er hérna í góðri stöðu, gefa sér tíma í þetta, Ásgeir. Og hann á nafna sinn og boltinn af Einari Karli og aftur fyrir og það er aftur hornspyrna sem að gestirnir fá. Mikið áfall fyrir Grindavík að missa Guðjón Pétur af velli. Maður með alla þessa reynslu, hann á að vita betur og gera betur. Engin spurning. Spyrnan núna. Og þá kemur sendingin á fjarsvæðið en hann rúlar aftur fyrir. Sigurðarnir boltan fara aftur fyrir og það er útspark. Já, ég vona að myndin sé núna að skila sér fílingar með sameiginlegum hætti eftir að við lentum í svona taklilegum örðuleikum áðan. En ég sé það er alveg þó nokkur fjöldi fólks að horfa á þessa útsendingu. Enda toppslagur í Lengjudöldinni. Hér eigast náttúrulega við liðin í öðru og þriðja sæti í deildinni. Fjölnir er efst, þessi öll, eins og ég nefndi, lið efst á jöfn með 10 stig, en Fjölnir er bestu í markatöluna þessi lið. Karl, Sigurjón og Bjarki Aðarsteinsson. Mikill reynslu bolti, Bjarki Aðarsteinsson. Happafengur fyrir Grindavík að fá hann í sínar raðir. 33 ára og kom frá Leikni, þar sem hann var búinn að spila lengi. Hefur spilað 242 KSÍ-leiki og skorað 10 mörk. En hann hefur spilað, hann er nú uppalinn í Breiðabliki ef maður rétt, en hefur líka spilað með Þór einhvern tímann, Reyni Sandgerði og Selfossi ef maður rétt. Og las viðtalið við það sem hann sagðist einfaldlega að hann vilja að breyta til og hann er lengi hjá Leikni og hann er mikill happafengur fyrir Grindavík. Óskar Örn Hauksson. Gaman að sjá hvað hann er að leggja sig allan í verkefnið þótt hann sé búinn að vinna allt sem hægt er að vinna í íslensku bolta. Hefur metnað fyrir þessu og hérna ég veit að hann og fleiri af þessum eldri og reyndari leikmönnum eina ástæðan fyrir því koma engan bara vel haldið utanum þetta lið umgjörunni fín í Grindavík og Helgi Sig reynslumikinn þjálfari veit nákvæmlega út á hvað það gengur og svo eru við með Míla Stefán Jankovic sem að aðstoðarþjálfara sem að er náttúrulega með æfingar sem að eru náttúrulega á heimsmælikvarða sendingaæfingar og fleira en það hefur ekki dugað þetta gegn skemmtilegu liðið Aftureldingar. Afturelding náttúrulega á að vera búið að vera byggja upp fótboltan þar, handboltin verið áberandi sem bara frábært en auðvitað náttúrulega á Afturelding að vera með lið sem er að berjast sæti í bestu deildinni. Stórt bæjarfélag, mikill uppgangur og það verið svona að vera kominn kraftur og mér finnst þessi að fá Rasmus í þetta lið, það segir mér að það er mikill metnaður í gangi núna hjá þeim. Hér byrjum við, hér koma gestirnir, Elmar en með mjög góða boltanum í burtu, Rasmus. Fyrir miklu styrkleika að spila svona út úr liðinu, þetta var nú svona faglegt brot, gult spjald að sjálfsögðu á loft. Stöðvað þarna skyndisókn hjá Grindavík í fæðingu. Þetta
ekki Óskar Frank sem að fekk þetta gula spjald. Kannski helsta von núna Grindavíkurliðsins að vera skynsamir svo í fyrstu leikatriðum að reyna að mjólka það eins og hægt er. Dagur í baráttunni við já, var það ekki bara Ásgeir Marino sem að og kemur lið í staðinn fyrir Dag Austmann Hilmarsson sem er meiddur. Hann hefur verið í hægri bakvarðarstöðunni en meiddist í leiknum gegn Vestra og Marino er í hægri bakvarðarstöðunni. Svo er líka með Viktor Guðberg Hauksson. Hann hefði getað að spila stöðun, hann er bara nýstíðin upp á meiðslum og hér koma gestirnir og bruna hérna 3 móti 4 og hér kemur skotið en í varnarmann og hér er Arnór og hann er með skotið. Það er frekar slagt og þarna var nú eitthvað samskiptaleysi. Kristófer og Aron ekki alveg að tala saman. Aron hefði alveg getað tekið hennar bolta frekar auðveldlega í fangið. Elmar og Georg og þessi sendi klikkar, Einar Karl, Dagur, Vili sendi ekki honum, Óskar, Einar Karl og Kristófer. Kristófer hérna með langa sendingu á Dag en Rasmus tekur enga áhættu og þrumar þessu bara út af hinum einn á vellinum. Býðinum við. Hér er nú Erlendur að gefa ykkur einhver skilaboð. En leikurinn heldur áfram. Marino, Sigurjón og Bjarki. Þessi öflugu heimsendari í Grindavíkurliðinu. Hann á Kristófer Konráðsson, þetta gerir hann vel. Hann happa fengur þessi strákur, hérna, engin hendi. Kristófer aftur í baráttunni. Já, gaman að sjá Kristófer, hann er kollungur. Kollungur, hann er nú alveg með einhver reynslu greinilega á bakinu. Hann var á Stjörnunni og hvort hann var ekki með Leikni í fyrra. Það var á láni frá sem sagt Stjörnunni. Þá koma gestirnir og Georg á Elmar. Georg aftur, rúla þessu bara róligheitum, Gunnar Bergmann. Lítil, Grindvíkingar bakka bara með sitt lið nánast. Þetta einum leikmanni færri og þurfa að verjast skynsamlega. Hér kemur löng sending og Aron út úr markinu og grípur örugglega inn í þetta. Örn. Það er manni bakinu en þetta gerir það vel. Mjög vel gert hjá honum. Kristófer. Úti. Vinstra megin. Aftan á Bjarka. Hér er Bjarki. Og já, það er afturhaldning sem á innkastið. Þetta er 4. tímabili í röð sem að Grindavík er í lengi deildinni eftir að hafa verið í bestu deildinni þar á undan í 3 ár, ef ég man rétt. Og hér
kemur afturhending, hér kemur sendingin út til hægri á Georg og bakvörðurinn með fyrirgjöfina en heimamenn verjast vel. Grindavík var í 7. sæti á síðustu leiktíð með deild sem voru mikil vonbrigði. Freyr Jóhannsson, heimamaður sem stýrði liðinu þá. Þeir fengu 30 stig í 7. sæti og 2021 eru í 7. sæti og ári eftir að þeir fjallu úr efstu deild spiluðu 2020 eru þeir í 4. sæti með 32 stig. Hér er afturhending og sendingina fyrir markið og hægt á ferðum en Bjarki kemur þessu út af. Steini Skaldi, stuðningsmannasveit Grindavíkur reynir að stappa stálunni í sína menn, einu marki undir, einu leikmanni færri. Reynir virkilega á heimamenn en þá var það Ásgeir, núna réttinum bara upp aðra hönd og hér kemur skalli og þetta er rétt fram hjá markið. Þetta var bara hörku færi hjá Aroni Elí Sævarsinni fyrirliða og markaskorara afturhendingar. Þetta kannski meira 4-2-3-1 með vinstri boltan Arnór Gauta þarna frammi og aftur heim í Heiðardalinn eftir að hafa fyrst nokkuð víðreist. Það enda nú þetta Eddi Horvath kemur þessu burtu, Króatinn. Nú eru gestirnir í S-inu sínu, Elmar og Oliver og Elmar hann ekki að boltanum á nöyti sín. Tónókrið þarna. Mjög skemmtilegir strákar, svona léttleikandi og hér er færi og heimamönnum tekst að koma þessi burtu, Óskar Örn og þá kemur hérna löng sending sem er á dag. Og þetta var nú frekar erfið sending tilbaka hjá Georg á Jevgen Galchuk. Það var Rasmus Kristiansen. Grindavíkur reynir að halda upp ykkur í pressu en það opnast bara svæðið þarna milli línana og gestirnir bruna af stað. Bjartur og hann út á Georg og Bjartur hleypur utan á hann. Fær hann boltan, já, en sendingin var bara einfaldlega ekki alveg nógu góð og það er hornspyrna. Og já, það er Ásgeir Marteinsson sem hann tekur enn eina hornspyrnuna. Og enn er tæknin að stríða okkur því miður og þetta eru mikil vonbrigði. En biðst afsökunar á þessu, en lítið við þessu að gera og það verður reyna að laga þetta. Hér kemur hornspyrna, þannig ég er bara að reyna áfram að lýsa þetta sé bara í útvarpi. Einhver hefur þolinmæði fyrir því og hér kemur Aron og hann ver þennan skalla. En nú grípur síðan boltan örugglega. Það eru tveir aðri leikir í gangi í Lengjudeildinni í kvöld þar sem að Skagamenn sem var nú spáð efsta sæti og sæti í bestu deild að nýju eru undir gegn toppliði Fjölnis á heimavelli 1-0 og það var Hans Viktor Guðmundsson sem skoraði markið og Selfoss er yfir á móti Þrótti 2-0. Selfyssingar eru nú að spjara sig bara vel. Það var afturhending sem að byggja upp sókn. Ásgeir Frank hana djúpur á miðunni, fær boltan þetta núna. Já,
Þetta virkilega vel spilað. Arnór hérna, Gauti sem batti og hengið með sendingi fyrir markið og þetta er mark! Þetta er mark, það er Ásgeir Marteinsson. En ég svei mér þá að þetta fór ekki að varnarmanni og það er í netið og Afturelding er komið í 2-0 hér á Grindavíkurvelli. Frábær sókn hjá Aftureldingu sem að enda með þessu góða marki og frábær spilamennska fyrst og fremst og Afturelding í toppmálum hér á Grindavíkurvelli. Þetta mark á 44. mínútu. Nú er spurning hvort þetta við skila sér til ykkar áhorfendur góðir. En vallaþullurinn allavega segir að Ásgeir Marteinsson hafi sér skráð fyrir markinu. Þannig að Allan kemur í ljós og við skulum bara hafa það þannig. En mér sýndist að hafa viðkomu í varnarmanni á leiðinni, en það svo sem er aukaatriði. Aðalatriði þetta var gott og gilt mark eftir frábæra spilamennsku. Það sem að þeir spiluðu voru Grindavíkur einfaldlega sundur og saman. Það sem að Arnór Gauti var battið þarna fremstur og spilamennskan upp á 10 hjá Aftureldingu. Já, ef að þetta fer svona á Fjölnismenn vinna Skagamenn, þá eru Fjölnir og Afturelding einn þarna í efstu tveimur sætunum. Þetta er fljótt að breytast. Þá kemur Afturelding. Þetta er vel spilað, virkilega skemmtilega leikmaður Oliver Björn Jensen. Daninn sem eins og ég nefndi áðan er í láni. Tvítugur strákur sem er frá Randers en uppalinn hjá Midtjylland. Hefur spilað, verið fastamaður í yngri landsliðum Danmörku, þannig að þetta er öflugur leikmaður og maður sér það langa leiðir þvílík gæði sem er í þessum strák. Virkilega flottur. 45 mínútur komnar á klukkuna rúmlega það og spurning hversu miklu það verið bætt við. Það verið varla meiri mínúta. Það er aðalega þetta rauðarspjald sem að taði leikinum 1 eða 2 mínútur. Ívar Bjarnason og Elmar Ásgeir og þeir rúlla boltanum bara hérna á milli sín í rólegheitum á þröngu svæði. Ásgeir með sendinguna út á Aron Eli, fyrirliðinn búinn að frábæran leik og það var ekki hann sem átti fyrirgefina í öðru markinu. Þá var hann með sendinguna hérna á Oliver og þetta er á þröngu svæði en Aron hann sendir bara boltan tilbaka á Rasmus. Þeir bara halda boltanum í rólegheitum, er ekkert að dundra honum inn á vítatein, þetta er engin ástæða til. Já, þetta er allt í rólegheitum og vel yfirvegað hjá Aftureldingu. Rasmus, Aron Eli, Ásgeir Marteinsson, ekki fá hendi en það er ekki gefið. Gunnar Bergmann á Rasmus. Skipting sem átti að fara hérna í hornið á Georg, gekk ekki og vörð þarna hjá Elmari sem að stoppaði Óskar Örn og hér kemur Dagur og Dagur er að steypa í gegn og Dagur og hann er með skot en þarna fór hann illa ráðu sinn og heimamenn vilja nú fá þarna í vítaspyrnu eftir þessa tæklingu en það hafi nú verið alveg víðsfjarri en þetta var hins vegar óvænt færi hjá Grindavík hér í uppbótartíma í fyrri hálfleik en staðan sem sagt í hálfleik er Grindavík 0, Afturelding 2. Fyrra markið kom úr vítaspyrnu sem Aron Eli Sævarsson skoraði og seinna markið skoraði Ásgeir Marteinsson eftir frábæra sókn Aftureldingar en í millitíðinni hafði Guðjón Pétur Lýðsson fengið að líta rauðarspjaldi hjá Grindavík eftir að hafa mist stjórn á skapi sínum og
Þannig að hálfleikstjörnur eru 0-2 en við ætlum að taka okkur hérna pásu og koma aftur með seinni hálfleikinn eftir það bil stundar fjórðung.
Komið þið sæl aftur, kæru áhorfendur, þá fer seinni hálfleikurinn hefjast hér frá Grindavíkurvelli og mér sýnist að það sé breyting hér í hálfleik hjá Grindavík að Eddi Horvath er að fara að velli og inn á í hans stað sýnist mér vera að koma Tómas Orri Róbertsson. Allt í reiðu og gestirnir eru 2-0 yfir. Nú er seinni hálfleikurinn að fara af stað og ég vona nú að myndin skilir sér til ykkar, kæru áhorfendur. Já, hér eru þó komin í myndsamband allavega, en seinni hálfleikur þá farin af stað hér á Grindavíkurvelli þar sem Afturelding leiðir 2-0 og eins og ég nefndi ein skipting hér í hálfleik þar sem heimamenn eru einum færri, þannig að þeir eru að tóku út af framherjan Eddi Horvath og inn á kemur hinn stórefnilegi Tómas Orri Róbertsson sem er í láni frá Breiðablik. Kemur inn með mikið hraða og mikil gæði og var farin að banka dyrnar hjá Blikum og var síðan lánaður í Grindavík þar sem að hann er svona, við verðum að koma inn á í svona flestum leikjum liðsins. En þá er Afturelding sem fyrr með boltan og rúlunum hérna á milli sín og við skulum renna þá yfir byrjunarliðin hér í upphafi seinni hálfleiks. Afturelding er með óbreytt lið frá því í síðasta leik fyrir unnu Gróttu. Byrjum að gestunum og það er Jensen Kaltsuk sem er í markinu, Úkraínumaðurinn sem kom með Gunnar Bergsveinn Sigmarsson, Aron Elí Sævarsson, markaskorari sem skoraði fyrirliði og markaskorari sem skoraði fyrra markið úr vítaspyrnum, Ásgeir Martinsson, Arnar Gauti Ragnarsson, Rasmus Kristjansen, Bjartur Bjarmi Barkarsson, Ásgeir Frank Ásgeirsson, Elmar Kári Enesson Kokic, Oliver Björrum Jensen, Daninn Snjalli sem ég hrifist afskaplega mikið af og Georg Bjarnason. Grindavík heimamenn, þar er Aron Dagur í markinu sem kom með Bjarki Aðalsteinsson, Kristoffer Konráðsson, Einar Karl Ingvarsson, Eddi Horvath og Guðjón Pétur Lúðsson byrjaði inn á en var rekinn af velli. Síðan er það Eddi Horvath er farin af velli og í hans stað er þá komið Tómas Orri Róbertsson
og séu komið Dagur Ingi Hammer, Marino Axel Helgason, Óskar Örn Hauksson og Sigurjón Rúnarsson. Dagur, þetta skemmtilega gert. Kristófer með sendinguna hérna fyrir markið en gerir tilraun til þess að boltinn að varnarmanni og út af. Miklar svona sviftingar í leiknum í fyrri hálfleik en Afturelding verðskuldar forystuna og hér Oliver Bjerrum Jensen enn og aftur að geysast fram völlinn og Arnór Gauti kemur boltanum á Elmar Kára og Óskar Frank. Ég vona að myndin sé að skila sér í hús hér áhorfendur en þá var það Arnór Eli að skoraði fyrra markið eins og ég nefndi og lagði upp seinna markið. Þannig að frábæra leik. Þeir Grindavíkurliðinu best að sitja svolítið og bíða eftir andstæðingunum og það svo sem staða sem þeir þekkja sem manni færri og leikirnir þróast yfir þannig að þá er eitthvað verið með markaskorara mikla inn í sínum röðum. Bjartur. Það er Afturelding sem á ungast í eftirlega. Fyrirliðin, Arnór Eli. Inn á milli. Björn sem tekst ekki. Og Vardir setti boltan aftur og hér eru verið mistök en við getum ekki að vinna hann aftur og Óskar Örn og þetta hlýtur að vera aukaspyrna á Rasmus og við erum haldið að þetta væri gult spjald. Stöðvar hérna skyndisókn og heldur hérna aftur af Óskari en hann fær allavega tiltal hjá Erlendi Eiríkssyni dómara. Einar Karl þarf að bíða eftir að Erlendur flauti og Einar Karl hér með setninguna. Gestirnir skalla þetta í burtu. Kristófer í baráttunni rennur og Einar Karl er hérna ennþá aftur. Einar Karl 30 kom frá Stjörnunni þar sem hann spilaði síðustu 2 árin. Mikill reynslubolti og kannski ekki margir sem mun eftir því en hann spilaði reynda með Grindavík eitt tímabil 2014. Hann lék þá 9 leiki með Grindavík og í efstu deild og skoraði 1 mark. Hann var líka í Val og Fjölni og er rétt upp í FA. Já, Einar Karl. Öflugur leikmaður. Hér er Dagur Ingi í baráttunni. En Georg kemur boltanum aftur og Gastlöf markvörður. Galtjúk markvörður, ískaldur. Koma boltanum í spil, rúlunum á milli sín. Þetta er virkilega vel spilað en hér missaði boltan og hér er Bjarki með sendingu aftur og hér er alveg glórulaus mistök. Aróni og hér kemur skotið af löngu færi. Þetta var Elmar Kári. Markið opið en skotið gegaði. Þetta var miklu betra færi en Óskar Örn fékk á móti Val þegar hann skoraði rétt rætt að miðju. En já, þarna var Aron Dagur stálheppinn. Sendingin hjá honum framvöllin mistókst og hann var næstu refsað fyrir það. En Aron Dagur sem steig sig fyrstu skref í efstu deild, meistaraflokki með Káa. Óskar Örn snöggur að koma boltanum í leik og það er Tómas Orri í baráttunni. Aftur ekki gefur betur, Óskar Örn missir boltan frá sér, mikill kraftur í gestunum. Ásgeir gerir þetta vel. Skemmtilega spilað, þetta er Aron Eli. Búinn að eiga magnaðan leik, lítur upp. Hvað gerir það ekki með sendingin og ekki með skotið og Grindvíkingar nánast bjarga á marklínu. Það var Oliver þannig sem átti þetta skot.
Frábær sókn hérna hjá Aftureldingum. Leika þessu mjög skynsamlega hérna milli sín, Rasmus og Gunnar Bergmann Sigmarsson, miðverðirnir. Ásgeir Frank út til hægri á Georg. Þeir halda bara boltanum áfram innan liðsins. Rasmus færir boltan yfir og Aron og Rasmus aftur. Eru í þægilegri stöðu Afturelding, bara að reyna að halda boltanum innan liðsins og ekkert sem að hastar að fara í einhverjar stórsóknir. Eru skynsamir, bíða eftir þetta tækifæri til að sækja. Oliver og þetta er vel spilað og Elmar. Já, Ásgeir og hann út á Gunnar og hann færir sig yfir á Georg. Grindvíkingar í miklu meðtökuleik. Þeir eru einfaldlega bara sundur spilaðar hérna af léttleikandi liði Aftureldingar. Og boltinn út á hægri vænginn og hvað endar á þetta? Og hér kemur sendingin fyrir markið. Það var biðinu við og hér kemur aftur skotið og þetta er hornspyrna. Já, Oliver Bjerrum Jensen, Daninn knái. Það er óbreytt staða hinum leikjunum í Lengjudildinni. Þar sem að Fjölnir segir yfir á móti IA á Akranesvelli og Selfyssingar eru yfir 2-0 á móti Þrótti á Selfossi. Hornspyrna sem gestirnir eiga. Það er Ásgeir Marteinsson sem að tekur hana. Hún inn á Martein og hér er skalli og þarna bjarga heimamenn á síðustundu. Sýnst að vera Tómas. Þetta er algjör. Þetta er leikur kantarans á músinni. Það er spilað hjá Aftureldingu. Með þetta Kristoffer Konráðsson hérna og þessi bolti út af og það er búið að dæma aukaspyrnu á peysitök. Fyrra mark Aftureldingar skoraði Aron Elí Sævarsson eftir það bil stundar fjórðung úr vítaspyrnu. Ég fór nú hérna í hálfleikskaffi hérna inn í stuðningsmanni Grindavík og það voru nú held ég stafslega langflestir af því fyrir skoðun að þetta hafi verið hárréttur dómur og aðstofadómarinn hafi haft mikið að segja um það. Óskar Örn kom honum að þeir fyrir en það gengur ekki. Nú Guðjón Pétur Lýðsson fekk rautt spjald til að rifja fyrir hálfleikinn upp á 24. mínútu. Fyrir að hafa sparkað til og lent í útistöðum fyrir Oliver Bjerrum Jensen og síðan skoraði Ásgeir Marteinsson seinna Aftureldingar á 40. og 3/4 mínútu. Staðan er afskaplega þægileg fyrir gestina og þeir rúlla hérna boltanum sem fyrir á milli sín og þarna er Ásgeir Frank sem stýrir umferðin inn á miðsvæðinu. Oliver Röðanginn Gauti mjög hreyfanlegur hérna frammi. Þessi mikli reynslu bolti. Grípur hérna inn í. Já, Arnór Gauti, þetta er 97 og það er upp í Aftureldingu en hann spilar ákveðlega með Breiðablik í Selfoss í VAF. Fylki að fá síðan aftur heim í Aftureldingu. Það er ekki nær að við séum að fara að sjá þriðja mark Aftureldingar en að Grindvíkingar farið að
að minnka muninn eitthvað. Hér búið að flauta. Það eru Nettur tekur boltan og það bara uppkast og Grindavík fær væntanlega, já. Það Sigurjón Rúnarsson. Fína sendingu hér á Kristófer. Hvað gerir Kristófer? Gerir þetta virkilega vel og hér kemur sendingi fyrir Óskar Örn í dauðafæri og frábær markvarsla. Geggjuð markvarsla hjá Jevgen Galčuk. Minnum úkrainska markverð afturrætingar. Þetta var frábær sókn, fín fyrirgjöf og Óskar Örn í algjöru dauðafæri en markverður gestanna gerði þetta vel. En það hornspyrna, já. Langbesta og hættulegasta sókn heimamanna í leiknum í raun og veru. Einar Karl með hornspyrnuna. Afturrætingamenn koma þessi burtu. Kristófer. Og þetta vel spilað og ég kemur skotið og það fyrir varnarmann. Marko Vardits með skotið. Einar Karl með hægri fótinn þarna. Þarna vilja henni fá vítaspyrnu Grindvíkingar. Það sýnist það ekki farið höndinu þarna á varnarmanninum. Þetta langt í frá. Marino. Einar Karl. Þetta gerir hann virkilega vel. Robert gott vel spilað. Óskar. Þetta stöða, já. Nú eru Grindvíkingar að sækja í sig veðrið. Kristófer með sendinguna. Hvað endar þetta? Og Robert en hittir þetta illa. Óhappinn mista þessi jafnvægið og boltinn langt framhjá. En það verður gaman að sjá þennan unga efnilega pilt stimpla sig inn í Grindavíkur, Tómas Orri Róbertsson. Það hans hefur nú ákveðna tengingu til Grindavíkur. Hann með hans þjálfari hjá kvennaliðinu og fleira. Já, nú er Grindavík algjörlega búið að taka yfir leikinn, allavega í bili. En við sjáum til. Það er svo sem nóg eftir að leiknum. Það er alveg hálftími eftir. Sigurður með sendinguna hér og ágætis sending en Marino nær ekki þessum bolta og þetta er aftur fyrir. Það hefur undirbúið skiptingu hjá Aftureldingum og það er leikmaður númer 19. Sævar Atli Hugason sem er að koma inn og út af þeir Ásgeir Frank Ásgeirsson. Ásgeir kom að eiga mjög fína leik, verð ég að segja, fyrir Aftureldingu. Það ekki að kemur skiptinguna þessu óvart, kannski er hann eitthvað meiddur eða eitthvað slíkt. Já, en Sævar Atli Hugason kemur inn á. Þetta er heimastrákur, fæddur 2004. Komið við sögu í 3 leikjum fram að þessu og skoraði 1 mark. Óskar, Robert, nei, sendingin ekki nógu góð. Þá er tækifæri fyrir Aftureldingu og snúða vörn í sókn, en það gengur heldur ekki. En það var Georg aftur fyrir Aftureldingu og hvað er endan á þetta? Það er Arnór Gauti. Sigurjón. Verka þessu. Robert. Gert hjá Kristófer Tómasinni.
kannski aðeins sem ekki bjartsýni þarna. En þá það afturræting. Nú eru þeir. Þarna rúna boltanum aftur á milli sín. Gera það listilega vel eins og fyrir daginn. Aron. Já. Það var ekki. Bara þarna inn á miðsvæðið. Ásgeir. Steinískaldi lætur engan bilbug á sig finna þrátt fyrir að þeirra menn séu tveimur mörkum undir, syngja og tralla eins og enginn sem morgundagurinn. Þeir geta að gera undirbúa aðra skiptingu sig, semst að vera Freyr Jónsson sem er að koma inn á og hér kemur afturræting og Arnór Gauti. Já, það er ekki alveg nógu góð á Bjart, en hann heldur boltanum inn á. Aron. Robert til varnar, fín pressa í honum. Oliver á Gunnar Bergmann. Skoraði heimsfræga þriðja mark í leiknum. Þannig að einhver það von gestana. Hér það er tvöföld skipting hjá Grindavík. Það er Símon Logi Fassapong og þá er Dagur Örn Fjellsteð sem er að koma inn á. Og Einar Karl kemur að velli. Það kemur mjög óvart fyrir að segja og líka Dagur Ingi Hammer kemur líka út af. Svo að dreifa álæginu, þetta kemur einhver síður verulega óvart. Það er stutt á milli leikja og bikarleiki framöndan og kannski heldur sig bara búinn að lesa þannig í þetta að það sé lítill möguleiki á einhvers konar endurkomu. En við sjáum til hvað nýju mennirnir ferskir fætur inn á. Símon er á sínum degi, alveg virkilega öflugur. Hér er aukaspyrna, Brottbjörn Marino og þetta eru tækifæri fyrir Grindavík að nýta sér þessar aukaspyrnur sem þeir fá. Föstu leikatriði. Óskar Örn tekur þessa aukaspyrnu. Fjölmyndinu teginn, það er engin leikmaður afturrætingar hérna sem býður frammi. Þeir eru með allt sitt lið að verjast. En hvað gerir reynsluboltinn? Óskar Örn Hauksson. Hér kemur aukaspyrnan og hér kemur skallinn og þetta er nú einfalt og þægilegt fyrir Jevgen Galčuk í markinu. Og hann rúlar boltanum á Arnór Gauta og hann með sendinguna út til hægri á Oliver. Hvað gerir sá danski? Það er alveg... Já, þetta er frábærlega vel gert þarna hjá Degi. En svo missar hann boltan frá sér, Dagur Örn Fjellsteð. Það eru margir konungrir með þetta nafn, Dagur. Það eru 4 í Grindavíkurliðinu. En Dagur Örn Fjellsteð er fæddur 2005. Kemur frá Blikum. Fljótur, þannig að það er svona verið að reyna að brjóta þetta upp með meiri hraða á Grindavík. Rasmus og Gunnar. Gott passendapar hjá afturrætingu. Ég verð að segja það, ég er mjög hrifinn af afturrætingarliðinu, hvernig það fótbolta liðið er að spila. Það er unun að fylgjast með þeim. Grindavík hefur verið að spila mjög vel í deildinni það sem af er, en þetta er bara ekki þeirra dagur. Það verður bara að segjast svo er. En ef það fer þannig að
Fjölnir nær að klára leikina móti Skagamönnum, þá þessi staðan 1-0 fyrir Fjölni, þá eru Fjölnir að halda þær efsta sætinu, en Skagamenn eru svolítið svona að dragast aftur úr í deildinni, sem verulega óvart. Þeir eru náttúrulega spáð fyrsta sætið af fyrirliðum og þjálfurum. Þetta er brotið á Rasmus, hann er nú engin smá smíði, Marko Vardic. Hann er að fá gult spjald fyrir þetta brot, og algjör óþarfi hjá Slóvanunum að fá þetta spjald. Þetta er 3. gula spjaldið hans, það sem af mótinu í 5. leiknum. 1 í viðbót, þá er það bara einfaldlega að fara inn í bann. Algjör óþarfi lengst upp á vellinum og ekkert í gangi. Þetta er ekki það sem Grindavík þurfti akkurat á að halda á þessari stundu leiksins. Og Arnór í baráttunni við Sigurjón. Ásgeir. Boltanum á Aron Elí. Hvað skemmtilegasti vinstri bakvörður bara íslenska boltanum í dag. Georg. Það gerir þetta ágætlega, en Arnór Gauti hlýtur að vera brot. Stígur þetta inn í Sigurjón og þetta er aukaspyrna. Sigurjón. Ekki langt frá því að koma svolítið fram hjá honum, en það gegnum ekki. Óskar Örn og Sigurjón. Það er undirbúa skiptingu hjá Grindavík. Viktor Guðbjörg Hauksson að koma inn á, væntanlega fyrir Marino. Og hér er sprettur Dagur Örn Fjellsteð, en Ásvellingar vandanum vaxnir í vörninni. Já, þetta er vel gert. Marko, hvað þarf hann að gera? Hangir allt og mikið á boltanum. Það er að lefa þessu flæða betur. Það kemur sendingin og þetta er arfaslöp sending. Og þetta er úrspark. Já. En það er að gera að þetta var allavega skapaðast færi þarna fyrir Símon út í Harramein. Sendingin bara mátt vera betri, syns Róbert. Hann er búinn að færa sig inn á miðsvæðið. Símon kominn út á kantinn. Já, vel lesið hjá Bjarka. Símon hversu næstu bolti hann er. Þetta er aukaspyrna, já. Þetta hagnar lína í það er skipting hjá Grindavík. Hann er að taka, já, að taka Kristófer að velli, Kristófer Konráðsson sem er búinn að vera einna betri mönnum Grindavíkurliðsins. Setur Viktor inn á, þannig að Marino fer þá. Við að gera sína fjóra breytingu út af leikmann með 7 Kristófer Konráðsson og þannig að Marino þá að fara í vinstri bakvörðinn. Já, aukaspyrna sem Grindavík á. Réttapar 20 mínútur eftir. Gulklæddu verður að fara að koma í markið og að fara eitthvað spenna í þetta og hér er búið að veifa rángstöðu en það er hagnaðarregla hjá Erlendi og þarna Dagur Örn tæpur á því og Aron þrjumar þessu bara út af. Já,
þessi toppslagur í Lengjudeildinni búinn að vera eins ójafn og frekast getur verið, eitthvað sem að kemur svolítið óvart, en það helgast náttúrulega þessu rauða spjaldi sem að Guðjón Pétur Lýðsson fékk meðan fer í hálfleik. Spurning hvort hann fái verið dæmdur í ekki bara einsleiksbann heldur meira. Svona til, þetta verður jafnvel 2 leikir, það kemur eftir ljós. Aganefndin kemur saman næsta þriðjudag. Það var Rasmus. Kletturinn heima, Kletturinn í vörninni hjá Aftureldingu. Það var allir færir hann yfir á Rasmus. Þessi sending hins vegar ekki góð. Hann býður félaga sína afsökunar. Viktor sem er að koma inn á Robert. Leikmaður. Það er Aron og inn á miðsvæðið. Þetta er ekki að reyna eitthvað að pressa, en þetta er erfiðara. Þú veist, einu leikmanni færri, Ásgeir. Emilí. Já, það er búinn að vera Gunnar Bergmann. Það standa sig mjög vel þarna í miðverðinum með Rasmus. Allarlegur strákur, fæddur 2001 og bíðið nú við, hér eru Grindvíkingar alveg gáttaðir á dómgæslunni. Arnór Gauti og næst það var hittum í kolonum. Hann er virkilega skemmtilegu leikmaður, Marko Martins. Svo klárið þetta nú með Gunnar Bergmann, miðvörð Aftureldingar. Kom til þeirri fyrra og uppar í Stjörnunni. Spilaði líka með Álftanesi. Bæði lið að undirbúa fyrir skiptingar. Rasmus. Spilandi eins og fyrir daginn. Afturelding. Frábært lið og ég er sannfærður það að þeir eru eftir að fara langt í sumar í Lengjudeildinni. Náttúrulega nýtt fyrirkomulag í Lengjudeildinni þar sem aðeins efsta liðið fer beint upp og liðin í öðru, þriðja, fjórða og fimmta fara í umspil og hér kemur að rótumarkinu og brýtur vel inni og þarna er nú eitthvað nudd þarna milli Bjarka og Ólivers Björrum Jensen, Danan sem að lenti mitt í nuddið við Guðjón Pétur fyrir áleik. Hér kemur Óskar Örn og bakkar þetta inn í Gunnar Bergmann, tapar skallaðinvínu og þá hér er sprettur. Og hér kemur sendingin fyrir markið. Ásgeir. Setur vantarlega, já, þetta er vel gert. Fín vörn hjá Róbert og hann gefur boltanum á síma. Nú er tækifæri fyrir Grindavík. Þeir eru bara 2 þarna á móti 4 og þetta er aukaspyrna. Og Óliver að fá guldspjald. Kemur nú ekki óvart. Ójó, erlendur fyrir Vassan og var gula spjaldinu á Oliver Björrum Jensen, Danan. Þetta er annað gula spjaldi sem hann fær á leiktíðinni. Viktor sem tekur aukaspyrnuna fyrir Grindavík. Sem fyrr, Aftureldingarliðið að verjast. Viktor. Gauti. Þetta kom hann burtu gekk ekki en þá var það Aldurs fósetinn af vellinum, Óskar Örn.
hart barist og Ásvellingar láta vel finna fyrir sér. Og við bíðum við, hér kemur sendingin fyrir markið, hann er löng og boltinn er farið aftur fyrir og einn leikmaður Aftureldingar liggur þarna í valnum. Það verður að undirbúa skiptingar í báðum liðum og nú er það Dagur Traustason sem er að koma inn á hjá Grindavík. Þetta er strákur fæddur 2005. Það er ári í öðru flokki. Alveg upp í FH, hefur spilað með IH, er framherji, skoraði 6 mörk í 13 leikjum fyrir IH í þriðjudeildinni á síðustu leiktíð og það er Óskar Örn Hauksson sem er að koma á velli og þetta segir mér nú bara að Helgi Sigurðsson, hann er bara að kasta inn handklæðinu, bara skiljanlega. Þeir eru 2 mörkum undir og ekki líklegir til þess að skora og það er Óskar Örn Hauksson sem kemur á velli, verið að hvíla gamla manninn fyrir bikarleikina á KA á þriðjudaginn og Dagur Traustason bara skokkar fram í fremstu víglínu og það eru tvöföld skipting hjá Aftureldingu. Leikmaður nr. 34, Patrik Orri Guðjónsson er að koma inn á og leikmaður nr. 4, Bjarni Páll Linnet Runólfsson. Arnór Gauti að koma af velli og sömuleiðis Bjartur Bjarmi Barkarsson. Já. En það er tækifærið fyrir þessu ungu og fersku og spræku stráka í báðum liðum að nýta tækifærið að láta ljósið skína þó lítið sé eftir að leiknum. 10 mínútur eftir að venlega leiktíma. Þá er Afturelding sem að gefur skiptingin yfir til vinstri á Aron Elí. Sem var að koma inn á 4 Rasmus Bjarni Páll fæddur 96 í Víkingi og var í held og var í HK í Aftureldingu Símon fyrir Grindavík Viktor skótskónum einmitt, þetta er ástæða, klálega. Viktor var einmitt á skótskónum á móti Val í bikarnum en meiddist í lok þessa leiks og er með verklega meiðsli og er nú að komast aftur af stað. Óbreytt í hinum leikjunum, Selfoss 2-0 og IA er að tappa fyrir Fjölni, Skagamenn tappa fyrir toppliði Fjölnis 1-0. Skiptingin til hægri, það er ná kemst inn í þessa settingu sem ætluð var Georg. Það eru 2 leikir í Lengjudeildinni á morgun. Þórsarar taka á móti Ægi frá Þorlákshöfn fyrir norðan á Þórsvelli klukkan 18 og á Vivaldi vellinum á Seltjarnarnesi tekur Grótta á móti Leikni. Það hafa verið leikir og þessari 5. umferð lýkur síðan með leik Vestra og Njarðvíkinga á laugardaginn klukkan 14 á Olísvellinum fyrir vestan. Það verður einhver slagur. Það var Ásgeir fyrir Aftureldingu, missir boltann frá sér, Símon, heimastrákur með markan ef, en hér kemur Afturelding og býður nú við. Hvað ætlar Georg að gera? Hætti við skotið, reynir að senda boltann inn á teginn, það gengur ekki. Marino er þar fyrir.
Nú í 7. umferð fer svo af stað í næstu viku og Afturelding tekur þá einmitt á móti Vestra á nefa hörku slag og Dómus Nóa vellinum orða síðan Grindvíkingar í heimsókn á móti Leikni. Já, það svona ekki mikið að gerast þessa stundina. Afturelding með öll tök á þessu leik. Hér Ásgeir og hann reynir að og hér kemur skot og rétt fram hjá markinu. Já. Það var ágætis tilraun hjá Aftureldingu. Það var Elmar sem átti þetta skot. Já. Aron Dagur Pétursson þessu aukaspyrnu. Þetta lúra þessu bara beint fram upp á topp. Með sigri fer Afturelding í 13 stig og Fjölnir fer líka upp í 13 stig, náða að landa sigrinum á móti Skagamönnum. Grindavík þá í 3. sæti með 10 stig en Selfoss sem sömuleiðis að vinna þeir fara þá fari 9 stig. Svo hafa Þórsarar, þeir eru með 6 stig að möguleika að fara þarna upp eða ofar. En þetta eru hörkudeild. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta nýja fyrirkomulag með úrslitakeppnina kemur út þar sem liðin í 2. og 5. sæti og 3. og 4. sæti myndast í undanúrslitum heim og heiman og síðan úrslita leikur hvaða lið síðan fylgir toppliðinu upp í bestu deildina. Minnum á frábæra markaþætti og það sem fjallað lengjudeildina á 4-3-3. Toppmenn, miklir fagmenn sem eru þar við stjórnvölinn og fara yfir alla leikina í lengjudeildinni í hverja einustu umferð. Það er verið að þróa þetta, verið að reyna að fjölga vélum á leikjum og annað, þannig að þetta er svona sjálfvirkni væðing myndavélana eins og þetta núna og þetta bara eftir að vera betra og betra. En verst þegar rignir eins og var þegar að Njarðvík var þetta heimsókn í Grindavík síðast. Það sást nú ekki mikið að leiknum en það var allavega svona hægt að sjá sigurmarkið. Svona nokkuð skammlaust. Virkilega skemmtilegur þessi danski strákur. Þá Afturelding og það Patrekur sem sendi boltann út til hægri og hér kemur skotið og Aron Ver og hér kemur skot og þetta mark! Afturelding að skora 3. markið, það Elmar Kári Einarsson Kokki sem gerir það. Fylgir hérna eftir skotinu sem Aron varði, boltinn út og hann var fljótur að afgreiða upp í þagnendið. Frábær afgreiðsla og þetta bara fyllilega verðskulda miðað við gang leiksins. Afturelding hér að ganga frá þessum leik. Grindavík 0, Afturelding 3 og við þurfum að fara held í nokkur ár aftur í tíman frá því að Grindavík fekk svona raskellingu á heimavelli. Þetta einfaldlega til að kóróna frábæra framistöðu Aftureldingar hér á Grindavíkurvelli á Stakkavíkurvelli í kvöld. Já, Grindavík 0, Afturelding 3. Afturelding að tryggja sér þessi 3 stig og Fjölnismenn eru komnir í 2-0 á móti ÍA og Þróttur var að minnka muninn á móti Selfossi. Þar staðan 2-1 fyrir Selfoss
En Fjölnir og Afturelding eru þá að setjast, verða þá 2-1 þarna í þessum tveimur efstu sætum. En Grindavík verður þá í 3. sætinu og verður 3 stigum á eftir þessum tveimur toppliðum. Skagamenn eru þá áfram með sín 5 stig og eru þá þegar orðnir 8 stigum á eftir toppliðunum. En þetta verður áhugavert út af þessu nýja fyrirkomulagi sem búin að nefna hérna áður. 5. sæti, það er eftir miklu að slæðast að komast allavega í 5. sæti til að fara í umspil. Og það eru síðustu breytingar þeirra Aftureldingu. Magnús Már lætur aðstoðardómara vita, það er leikmenn númer 26 og 14 sem er að koma inn á. Hrafn Guðmundsson og Jökull Jörvar Þórhallsson. Áskil Martinsson kemur að velli og markaskorarinn Elmar Kári sömuleiðis. Jökull Jörvar. Þetta er, mér syns að vera fyrsti leikurinn þar sem hann kemur við sögu í sumar hér á Aftureldingu. Og leikmann númer 26, Hrafn Guðmundsson. Þetta er heimastrákur, fæddur 2006. Hann átti 3. leikurinn sem hann kemur við sögu Aftureldingu. Það vinna nokkrar mínútur í kroppinn, þessi strákar. Loka mínútan pluss einhver uppbótartími, andalega einhverja 3 mínútur klassískar. Grindavík eitthvað að klóra í bakkann. Það kemur óvart frekar að Afturelding myndi bæta við 4. markinu. Dagur. Já, eftir að Grindavík hélt markinu hreinu í fyrstu 4 leikjunum og þá er núna að fá á sig 3 mörk í einum og sama leiknum. Viktor, einhver ekki. Ég ætla nú að taka með það bessaleyfi að velja hérna mann leiksins. Og það er fyrirliði Aftureldingar, Aron Elí Sævarsson, búinn að vera geggjaður í þessu leik. Algjörlega frábær. Skora, leggja upp og bara heilt yfir, búinn að skapa mikinn usla hjá Grindavíkurliðinu með sínum áþennan ferðum upp vinstri vanginn og gríðarlega öruggur á boltann. Svo er það þessi leikmaður hérna númer 22, Ólafur Björn Jensen sem hefur algjörlega heillað mig, frábær leikmaður. Fylgir fast að hæla Aron Elísson. Og uppbótartíminn er 4 mínútur. 4 mínútur. Rasmus. Þessi sending upp í horn og bara út af og leikurinn svona smátt bara að fjara út. Þeir eru vantarlega ráðstafar, nei. Afturelding bara heldur boltanum og rúlar hann sín á milli. Páll, hann á Gunnar og Rasmus. Þetta erum við búin að sjá mikið af í leiknum þar sem þeir rúlla boltanum sína á milli, fá mikið pláss og bara eru vel drillaðir Aftureldingamenn í þegar þeir eru með boltanum í liðsins. Rasmus kann þetta allt upp á 10 og róar þetta bara niður og bara fá boltan aftur í lappirnar. Jájá, miðverðin hérna bara drepa tíman, enda sigurinn í höfn. Afturelding fer af stað með miklum látum. Það voru ýmsir sem voru búin að spá þeim góðu gengi í sumar. Enda vitum við sem að fyrst vel með Lengjudeildinni undanfarin ár að fótboltafílósófían hjá Magnúsi Má og hans þjálfarateymi er frábær. En Steinirskaldið, þeir
eru búin að syngja og tralla og halda ennþá treð sína menn. Og nú í uppbótartíma eru þeir ennþá að syngja sínum mönnum til heiðurs. Það er bara því miður ekki dugað í þessum leik. En þokkalegasta mæting af völlinn. Kemur þetta óvart þess að fáir komu á Mosfellsbæ. En hér kemur skot og boltinn fer þarna í varnarmann. Afturhending heldur boltanum. Þetta er skemmtilega gert. Hér er skotfæri, eða hvað? Hér kemur skot, það er Hrafn Guðmundsson. Næst ekki, þá er það Aron Elí. Og svo er það Oliver. Já, þetta gert. Hrafn og Oliver. Sendingin af festingina á þetta fjarar út. Loka mínútan í uppbótartíma. Sannfærandi sigur Aftureldingar. Grindavík búið að vera leikmanni Farris frá því miðjan fyrri hálfleik. Þá voru þegar lettir einu marki undir og síðan hefur þetta verið á Brattanarsakni að fara heimamenn. Sem eru Sigríður Róbert, skemmtilegi taktar, Marino fá heimamenn eitthvað sárabót á markirna. Alltaf mikilvægt að halda markinu hreinu. Það sem Afturelding náttúrulega vill gera. Það er kannski að bæta við einu marki hérna alveg í blálokinn. Nei, hér er fullt til leiksloka. Erlendur Eiríksson gerir það. Það eru gestirnir frá Mosfellsbæ. Afturelding sem að fer hér frá Grindavík með 3 stig í farteskinu. Frábær frammistaða í Aftureldingu. Þeir eru að stimpla sig inn fyrir alvöru í toppbaráttuna. Þeir ætla sér stóra hluti í sumar eins og Grindavík, en þetta voru mikil vonbrigði hjá heimamönnum. Hvernig þessi leikur spilaðist, lentu náttúrulega í vandræðum þegar að þeir misstu Guðjón Pétur Lýðsson af velli. En þetta þýðir að Afturelding er komið á toppinn ásamt Fjölni. En ég minni á marka þáttinn Lengjudeildina á 4.is, en við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.